Þetta eru gatnamótin sem rætt. Norðurgata, Eyrarvegur. Þetta nú tiltölulega gamalt hverfi, þannig að hér ætti nú að keyra tiltölulega rólega, en það hér sem að hraðinn sem mestur og það hér sem börnin þurfa að ganga til og frá skóla við Oddeyrarskólann. En hér fólk sem að þekkir þetta dæmi og hefur verið að fást við kerfið, reyna að fá það til þess að vinna svolítið í þessu og koma hér upp hraðahindrunum. Friðrik Sigurjónsson, þið búið hér og búin að gera lengi. Hefur þetta versnað með tímanum? Já, það hefur gert það. Við erum búin að vera hérna núna bara um 50 ár og umferðin hefur náttúrulega verið að aukast alltaf á svo ári og hraðinn eftir því og við höfum gætið skrifað sjálfsagt bara þokkalega bók allt sem hefur rústast hérna á þessum gatnamótum, bílar og hér hefur verið keyrt á fólk en slys sem betur fer ekki kannski alvarlega en eignatjón gífurlegt á þessum tíma. Það eru sennilega í kringum 16 ár sem eru liðin síðan að var fyrst farið að reyna að fá dempaða umferðina hérna í sérstaklega niður Eyraveginn og það hefur gengið illa. Svörin eru bara að þetta í athugun og þetta komið í ferli og eitthvað svona og svo skeður ekki neitt. Hérna settu við þessa sleikju sem ég kalla nú, þetta skiptir engu máli, menn keyri yfir þetta fullir verð hérna náttúrulega. Draumurinn bara sá að fá þrengingu hérna fyrir til dæmis eins og eina bílbreidd með kantsteini þannig að bílarnir verði að hægja á sér, þeir keyri ekki upp á kantsteinin. Sama myndi vera gert rúlega hérna einhver leyti, en síðan það bara þannig að eftir að strætisvagnar hætti að ganga þetta, þá bárum við fram til, eða reynda meðan að hann gekk, þá var þetta komið í svona gangkjókur að fá eitthvað. Þá var svarið það að það gengi ekki upp á vagnarna, sko. Þeir mætti ekki fara yfir svona, það var nú einu sinni svarað þannig. En núna bara Norðurgatan orðin hraðbraut, sko. Þannig að það þyrfti að taka hana líka fyrir og stilla hraðanum í hóf. Þetta bara orðið, við bíðum bara eftir að verði hérna alvarleg slys, mjög. Og hér ganga þau börnin í skólan? Já, á mótnana þegar maður að koma út svona 8-leyti, þá þetta bara morandi litlum krökkum sem að fara í skólan, úr hverfun og hérna allt í kring, sko. Og það ekki, maður sér ekki neitt tillit tekið til þeirra, sko. Það var keyrt yfir barn, það var jeppi, það var keyrt yfir barn fyrir svona 3 vikum síðan og hérna, en betur fer meiddist hún ekki alvarlega en hún á við svefnvanda að glíma eftir þetta. En þú hefur fengist við það að fá fólk hérna á svæðinu til þess að skrifa undir skjal til bæjarins þess efnis að verði gert eitthvað? Já. Og hvernig hefur það gengið? Við ætlum að afhenda þetta á bæjarráðsfundi sem verður á föstudaginn. Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög dugleg í því, á allan heiður að því dæmi, sko. Og hefur fólk verið tilbúið? Já. Hvað margir hafa skrifað? Það 182 og ég geti örugglega fengið miklu fleiri. Og það fólk hérna bara úr næsta nágrenni? Já, þetta bara úr næsta nágrenni. Sjáu þið möguleika að þetta leysist? Já, ég vil bara rétt vona það að hérna bæjarstjórnin gerir sitt besta og ég myndi vilja sjá þrengingar í báðar áttir og líka í Norðurgötunni því að þetta svo hryllilegt að maður orðið hræddur við að fara út og þegar var keyrt að blessa barnið þarna og ég sá hana brölta undan bílnum, ég hélt bara ég myndi fá hjartaáfall og hjólið hennar það festist undir jeppanum. Það var mjög harður árekstur hérna. Annar bílinn kemur síðan á fullri ferð og lendir hérna á húsinu hjá okkur. Hérna svona horni hérna gerði svona vaff inn í hann. Og ég hef aldrei séð það áður, sem betur ekki þurft að koma að slysum. En framrúðan á bílum, hún spýttist hérna einhvern á Rauðugötu. Sá sem keyrði hann kipptist upp úr skónum. Skónir hans voru við pedalana. Sá sem satt síðan við hliðina á honum, þetta voru frekar ungi menn, hafði verið með gleraugu. Þau skuttluðust af honum og þau fundust aldrei. Ég var hérna veturinn að plokka upp snjóin hérna og finna svona glerbrot
gleraugu fundust aldrei hvorki í bílum eða hér. Þetta var bara alveg furðulegt, sko. Það var svona eitt og þá náttúrulega heflaðist hérna allt af húsinu og þetta náttúrulega endurnýja það. Þannig að þið hafið fundið fyrir þessu. Já, það var eitthvað sprengingur. það verða svona mjög varfið þetta er svona hörkulegt, sko.